fólk heldur þetta sé eitthvað sjó að það bara koma næstu helgi eða þar næstu helgi að sjá þetta, hvað verða margar sýningar það fattar ekki, þetta eru tónleikar það eru bara 2 tónleikar, búið uppselt á seinni tónleikana sem eru já, kvöldið já, og það er eitthvað til að miðum já, það er nú ekki mikið held ég klukkan 4 Þið skelltuð á aukatónleikum já, því það seldist strax upp á sko aðaltónleikana fyrir tónleikana seinni tónleikana eru fyrir núna þá býtu, förum aftur yfir það Hvernig hafa æfingar gengið? Alveg rosalega vel Gaman? Alveg, það er búið að vera svoleiðis fjörumaður Þetta er svo skemmtilegt fólk sem er með manni þarna það er náttúrulega HL-flokkurinn maður og Sigga Beintein, Sigga Thorlacius Eyvi og já, Eyþór Ingi Bjartmar nú og hérna Hjörtur Hásel kemur hann náttúrulega sem aðalundirleikari Eiríks Fjalars Eiríkur var á stann Eiríkur Fjalar, já og okkur er fleiri sem að fá maður að segja nei, það er nú ekki, jú náttúrulega Austurstræti, Mói gamli náttúrulega verður að syngja Austurstræti það var beðið það tóða nú væri já, þannig að þessir 2 mæti alveg pottþétt sko já, Eiki, hann suðaði í mér sko það er ekki hægt að segja nei, því hann heldur að ég get ekki verið án hans hann haldi upp í stöðinu sko já, ég er nú eiginlega sammála sko já, það já, fyrir ekki nei, ég leiði honum hann er nú í uppáhaldi hjá mér sko já, og ekki bara hjá þér nei, og það er líka málið svo skrítið sko við erum gamlir Eiki, ég komst að það í gær hann er nú unglegri en þú ég held hann væri miklu yngri já, hann er miklu það er líka hvernig hann hagar sér já, hann hagar sér svo vips bara ég held að skýringi sé að hann drekkur svo mikið lunda já, það er lundin sko sem hann drekkur og svona og hann er náttúrulega hann varviti barnið sem meira heldur en ég já, svo finnst mér að líka bara sko fylgja tískunni betur en þú já, þetta meina jakkin og skotnir og já, akkurat já Hárgreiðslan sko já, ég var nú eins og með sitt ár sko en já, ég man eftir því já þess að ljós og lokka þarna síðu já, en ég hefði átt að klippa mig eins og Eiríkur þar já hefði verið flottara en það er á seint núna já, það er orðið allt á seint sko ég verið eins og fibl núna ef ég fara að safna hárið maður Latti, þú ert í löngu, það er mikið viðtal við í DBF í dag já og þar segirðu meðal annars það er ómikið af klámbröndurum í dag já, sagði ég það já það var bara já, nei, það er svona verðist vera svona hjá bara þessi unga kynslóð eða þessir nýju uppistandarar sem eru það bara þessi kynslóð þetta er bara svoleiðis sko, þetta var nú í gamla daga líka það voru menn duttu niður í klámið ef það vantar það svo auðvelt að fara niður í það til að redda sér eitthvað en það er bara ekki tvindið sko. en það er ekki það að það sé verið að reyna svona ganga fram af fólki nei, það held ég ekki, ég veit ekki sumir kannski, reyna það er þetta ekki bara það að það þarf meira fyrir því að vera fyndin eða þú ert ekki með klám já, það er eitthvað svolítið jú, það er alveg rétt það er mér finnst þetta ekkert fyndið sko og vera svona mikið í tala bara klófið á sig sko en þetta er náttúrulega gengið lengi sko, Eddie Murphy, hann gerði nú ekkert annað heldur en að tala það og svona, þú veist, þetta það voru svona svarta fólki sem byrjaði meira á þessu og svo finnst manni sko stundum þessi klámbrandar að vera, sko það gengir svolítið langt í þeim já, þessi krakkar þeir ganga eins langt og þeir mögulega geta sko, já það var nú ung stúlka sem kom sjónvarpið hjá honum Loga einsinni og það var alveg svakalegt sko, hvernig hún talaði hún var gekk hún fram að þér? Já, hún gerði það reyndar og öllum sem ég talaði við hún var sennilega að reyna það að ganga fram það er hennar eina vopn hún er sennilega ekki fyndnar heldur en það hún bara gengur fram að fólki með þessu já en það er ekkert fyndið en þegar þú ert að semja þitt svona efni fyrir þína karaktera já er það eitthvað sem þú sestu niður til þess að semja nú ætla ég að já, ég stend ekki, ég er ekki uppistandari sko okay. ég sest niður eða kemur þetta bara svona þú ert að gera stundum kemur náttúrulega alveg hellingur þegar maður er að skemmta og spontant eitthvað sko og þá reynir maður að muna það ég
Skamm alltaf Hjört eftir á, skrifaði þetta ekki niður. Hann sagði, það kom eitthvað fullt nýtt maður. Ég sagði, það? Ég átta mikið aftur að því. Nei, akkurat. Þú svona sónar út. Já, en ég bað hann að skrifa það niður. Ég man eftir því að Jerry Lewis, sem nú meitt átrúlega góð, sko, að hann var með undirleikara og hann skrifaði allt niður maður. Ég sá einu svona þátt með hann, sko, þá hann var alltaf skrifandi. Því hann var alltaf að improvisera eitthvað nýtt og leta hann svo fá það eftir á. Og það málið. Já. Í dag þetta að taka þetta upp. Það þetta að taka þetta upp í dag. Já. En þegar hann var, sko, þá þurfti að vera með stór segulbönd, sko. Já, einmitt. En talandi tónleikana á morgun, þá verður þar með stórsöngvara sem nú þinn mesti aðdáandi eiginlega. Já. Sem átti að vera með þér hér en komst ekki einhver hluta vegna þess að vekjaraklukkan eitthvað klikkaði. Eyþór Ingi, komdu sæll. Já. Hver þarna? Ég Eyþór hérna, já. Já, ok. Ég held þú alltaf að detti í einhvern karakterunum að slatta. Eyþór Ingi, þetta svona dæmigerður tónlistarmaður sem vaknar ekki fyrir klukkan 12. Þetta náttúrulega ekki bóðlegt, sko. Reyna að fá einhvern tónlistarmann til þess að mæta þarna, sko. Nei. Þú ert ekki svo fyrsti, sko. Ekki hánótt, mennur við. Hánótt, sko. Nei. Þú ert ekki komin á þennan aldur, þú vaknar klukkan 6 á hverju morgni og hefur ekki hugmynd akkur í. Nei. Hvernig búið að vera í undirbúnum? Ég búið að gaman að þessu. Þetta bara búið að vera algjör snild. Bara búið að vera alveg ótrúlega skemmtilegt. Ég held að séu allir sammála það sem að taka þátt í þessu. Þetta svona með skemmtilegri verkefnum sem maður hefur tekið þátt í, sko. Það er nú ekki leiðilegt að vera í kring og latta. Nei, það er ekki leiðilegt, sko. Nei. Það er bara mjög skemmtilegt og náttúrulega öll þessi lög, sko, þetta gefur öllum svona nostalgíukast, sko. Það er alveg sama hver sko. Ótrúlega seigur kallinn að semja góð lög. Já, nákvæmlega. Samt hefst hann að vakna svona fyrir 9, sko. Það er nú hann því að hann orðið 70, sko, hann vakna líka 6. Já, það er sannlega út af því, sko. En Eyþór, þú svona sem, einn af stærri og meiri aðdáðendum latta, hvaða lag svona, lög eru í uppáhaldi hjá þér? Sko, mér hefur alltaf fundist það var bara eins og til dæmis James Bond, finnst mér ógeðslega flott lag, gamla góða, sko. D.O. náttúrulega, ég held að séu allir sammála það er bara alveg óbúslega flott lag. Gibba Gibb, það er alveg snill. Var ekki James Bond á D.O. plötunni, ja? Nei. Jú. Já. Syngur það mikið á morgun? Ég fæ að gaula þetta nokkur lög og svona eitthvað. En færið það herm eftir einhverja á karakterunum? Já, það er nú reynda svona, ég veit það nú ekki, sko. Við sjáum til með það, sko. Já, þú bara gerir það. Já. Þú ertu með eitthvað í bíger svona að koma og... Já, ég ætla að sjá til, sko. Ég ætla ekki segja að latta frá því. Ég nú hérna, sko. Já, þú ætlar að koma over svona bara að taka mig á læginu bara. Já, ég ætla bara, við sjáum til. Já, ég verð viðbúinn ef það er eitthvað svona, þá verður þú rekinn út af, sko. Munið þið syngja saman? Já, við syngjum Gibba Gibb. Við erum 3. Hver er þriði? Það er Morris, nei. Þriði, hvað heitir hann náttúrulega? Gibba Gibb, sko. Já, svo eru við í Rauðtis líka. Eyvi fær að vera með okkur. Eyvi með okkur. Eyvi Kristjáns. Hvað heitir hann náttúrulega? Já. Hvað segirðu, Eyþór? Já, svo fæ ég að vera með í Rauðtis líka. Þetta vætti það. Ég fæ aðeins að koma að snerta það. Já, hann er svo líkur indjánar, sko. Já. Þykir mjög líkur indjánar. Leikur indjánar í leginu. Indjánar höfðingjar, sko. Já. En uppselt á klukkan 8. En þá til klukkan 4. Já. Eitthvað til, já. Það fer nú að vera búið, þannig ég held að hver að vera síðastur að hæla sín í miða. Já, mér skilst það. Já. Eða ekki, bara bestu skemmtun á morgun? Já, bara þetta, eins og ég segi, þetta er óbúslega skemmtilegt. Ég mæli með þessu. Við gerum einhvern tímann aftur tilraun til þess að fá þig til okkar. Já, er það ekki? Jú, þá bara klukkan 3. Ég veit það góður að víkja það tími. En það má bæta því við að það er að kaupa miðin á harpan.is. Já. Það er bara, já.
En í dag, Latti, hvað á að gera í tilefni dagsins? Það bara reynsli, það æfing bara. Já, ekki... Getur þú átt afmæli í dag út 70 og það bóndadagurinn í dag? Já. Og þú ert í vinnunni? Já. Þetta bara svona. En heldur það sig kannski ekki með eitthvað tilbúð á kantinum svona? Eitthvað í tilefni? Það eitthvað, ég veit að það mér verður boðið í eitthvað mat í kvöld, sko. Já. Eitthvað svona létt græmiti, vegan öruglega. Ertu í því núna? Nei. Er það bara í tilefni dagsins? Já, mér er bara skipað að vera, sko. Þannig ég sé nú svona slanka morgun svona. Ég skil. En að því að Latti er ekki að hlusta núna, er þið tilbúið með eitthvað svona óvænt handanum í reynslinni í dag? Já, það getur vel verið, já, óvænt meinarðu? Nei, bara sem að hann veit ekkert af. Já, ég verið að búa til karaktera, sko. Já, fyrir hann. Já, svona að búa til nýtt, sko. Eitthvað sem þú getur leyft okkur að heyra núna, eða? Já, til dæmis, sko, hérna... Nei, þú átt ekki til þessum. Nú. En hérna, sko, hérna, kom við langaði, sko, takk í klaka. Nei, ég er hvað þetta var. Jæja, þetta er ekki bara góður. Alltaf í boltanum. En sem sagt tónleikarnir að segir hér inn á harpan.is eru 2,5 tími með hliði. Já. Það er nú bara dágott. Já. Ég var nú að segja það, enda áttur mörg lögin. Já. Hleyftir inn í salum hálftíma áður, segir hér, svo náttúrulega æfisaðan, ég komin út og hún verður til sölu á staðnum og þú ætlar að áreita bókinu líka. Já. Það verður nóg að gera. Það verður nóg að gera. Og 71. árinu, þá byrjar það loksins að vinna. Þá er ég að gera eitthvað, já. En myndu það bara að þú ert ekki komin á 8-ræðisaldurinn fyrir á næsta ári? Nú? Þú stendur á 70. Já, heitir það? Já. Ég stendur á 70. Þetta er svona smá vonarnisti. Já. Þegar maður á stóra. Ég lati mér eftir til að hafa mikið með þetta allt saman. Já, takk kærlega. Og takk fyrir komuna og Eyþór Ingi sömuleiðis fyrir að nenna að vakna með ykkur.